Komið sæl, kæra áhorfendur og hjartanlega velkomin með okkur í beina útsendingu frá Netto vellinum á Suðurnesjum, nánar tiltekið Keflavík, fallegasti bærinn á Suðurnesjum. Framundan Keflavík IBVF í 19. umferð lengjudeildarinnar þar sem að Keflvíkingar geta heldur betur komið sér í góð mál með sigri ef að Keflavík vinnur þennan leik í dag. Þá er Keflavík svona með annan fótinn upp í Pepsi Max deildina. Þá færi liðið í 40 stig. IBVF verður að vinna leikinn núna í dag til þess að eiga eitthvert möguleika á að fara upp. Jafntefli eða tap myndi þýða að IBVF er bara búið að vera. Sjáum við umferðina, Þór Afturölding á Akureyri, Keflavík IBVF sem við munum fylgjast með vestri Fram. Grindavík, Víkingur, Ólafsvík, enginn Guðjón Þórðarsson hjá Víkingunum, hann er ennþá frá vegna veikinda. Nú Leiknir tekur á móti Leikni, Leiknir slagur, en reyndar til þess að hafa þetta rétt, þá eru Leiknismenn að keppa. Þetta er ekki sem sagt Leiknir Reykjavík, Leiknir Fáskrúðsfjörður, þetta er Leiknir Fáskrúðsfjörður, Leiknir Reykjavík. Leikurinn er sem sagt í Fjarðabyggðar höllinni og svo er það Þróttur Reykjavík Magni í kvöld. Hérna sjáum við stöðuna. Keflavík á toppnum og eiga með þess að leik til góða á Leikni og Fram, en það eru Leiknir og Framarar sem að berjast eins og staðinu núna að fara upp með Keflavík ef við teljum að Keflavík fara upp, en það gæti ýmislegt breyst ef að IBVF tækist að vinna þennan leik í dag. Þá gæti nú orðið ansi athyglisvert í loka umferðunum. Þetta skarð hoggið í Keflavíkurliðið. Kian Williams og Adam Árni Róbertsson eru frá. Meiddust báðir í síðasta leik gegn Vestra. Sá leikur á síðasta föstudag. IBVF er að gera breytingu líka á liðinu sínu. Halldór Páll Geirsson er að koma aftur í markið. Sító fer á varamannabekkin. Breki Ómarsson er að koma inn í liðið hjá Eyjamönnum. Nú markahæsti leikmaður deildarinnar er Joey Gibbs. 21 mark í deildinu á tímabilinu, nummer 23 í liði Keflavíkur fyrir þá sem ekki vita. Gæti mögulega sett markamet í B-deildinni. Arnar Óskarsson átti það markamet, það sé frá 1976. Gerði þá 25 mörk fyrir IBVF-liðið á sínum tíma. Já, stefnir í að Keflvíkingar ætli að fara að snemma og fljótlega upp aftur eftir að hafa fallið eiginlega með skömm úr Pepsi Max deildinni 2018. Völlurinn lítur bara nokkuð vel út með við það að september sé á enda. Það var að sjá á nokkrum völlum hér á höfuðborgarsvæðinu og í kringum höfuðborgarsvæðið. Þarna sjáum við byrjunarliðin hjá liðunum. En við byrjum að liða gestana, nummer 21, Halldór Páll Geirsson, nummer 2, Sigurður Magnússon, nummer 3, Felix Örn Friðriksson, nummer 5, Jón Ingarsson, nummer 9, Breki Ómarsson, nummer 10, Gary John Martin, nummer 15, Guðjón. Já, Gary Martin á sínum stað í byrjunarliðinu. Gary Martin er búinn að skora 10 mörk í lengjudeildinni á tímabilinu. Hann er búinn að skora 17 mörk fyrir IBVF. Í öllum keppnum, 21 leik á leiktíðinni, keppnisleik. En Gary Martin hefur reyndar ekki skorað í september. Skoraði síðast í jafntefli gegn Víkingi Ólafsvík 29. ágúst. Það með mánuður í dag síðan að Gary Martin skoraði. Aðeins skorað 2 mörk síðan í júlímánuði. Gary Martin skoraði bara 2 mörk í ágúst, þannig að
Það hægst heldur betur á honum, skoraði 7 mörk í júlí, 2 í ágúst, ekkert í september. Spurning hvort það breytist í dag. Leikurinn kominn á stað hér í Keflavík og það eru gestirnir sem að byrja með boltan. Egill Arnar Sigurðarsson sem dómari í dag og honum til aðstoðar Gunnar Helgason og Birkir Sigurðarsson. Og þetta bara síðasti möguleiki IBVF á að eiga möguleika á að fara upp í Pepsi Max-deildina og það mikið áfallið ef liðið færi ekki upp með allt sem búið að leggja í þetta. Hér vilja fá hendi hér strax, Eyjamenn fá ekki. Og sjá þetta betur hér þegar að tækifæri gefst, boltinn hér út af en hér fórna Eyjamenn höndum og kalla eftir vítaspyrnu á Keflvíkinga. Við erum að reyna að fá að sjá þetta leið og tækifæri gefst. Nú Sindri tapar boltanum hérna en missir boltan síðan langt frá sig, Róbert Aron Eysteinsson. Fara hér grimmt af stað Eyjamenn hérna og heldur betur að selja sig dýrt. Þurfa líka að gera það. Hérna sjáum við áðan. Það erfitt að sjá þetta svona á þessum myndum. Nú koma Keflvíkingar, hér Joey Gibbs setur hann hérna út í kant, þá Sindri kemur með sendinguna fyrir marki, Eyjamenn ágjar hins í burtu en Joseph Gibbs nær ekki alveg að koma boltanum hann almennilega fyrir sér og síðan skot vel yfir markið. Það var gert fína hluti með þetta lið. Meðal annars Sigurður Ragnar Eyjólfsson. Hérna sjáum við þegar þeir vildu fá hendi Eyjamenn. Jú, fer hann eitthvað í höndina á Rúnari Þór Sigurgeirssyni en það verið askoti grimmur dómur að dæma víti á þetta. Annars vita orðið mjög fáir í dag hvernig handareglan virkar. Nú koma Keflvíkingar. Nú það Davíð Snær hér. Bráðefnilegur strákur Davíð Snær Jóhannsson, 2002 model. Davíð skorað 2 mörk í Lengjudeildinni á þessari leiktíð. Hann yngsti leikmaður liðsins, yngsti leikmaður liðsins meira að segja. Reynsluboltinn Frans Elvarsson, samt elsti maður Keflavíkurliðsins, bara 30, nú ekki meira en það. Reynslubolti Heygaliðsins auðvitað vinstri bakvörðurinn og fyrirliðinn Bjarni Ólafur Eiríksson, 38 ára. Nei, hér vond sending hjá Eyjamönnum en Frans Elvarsson ekki að gera sem matur og kemur boltinn út í kant en þetta fast. Fyrir Felix Örd Friðriksson, Felix nær ekki þessum bolta.
Nú er það Anton Freyr tilbaka á Sindra. Já, Joey Gibbs rennur honum hérna áfram í áttina að Davíð, en Davíð nær ekki til hans og hér er síðan aukaspyrna. Nú er það Bjarni Ólafur. Ná, Felix kemur inn á miðsvæði, Felix fær hann síðan aftur, fýt þrýrningurinn á Eyjamönnum. Gary Martin er að biðja hann hérna, en Felix keyrir sjálfur en setur sig í smá vandræði en fær þó innkastið. Ná, skiptingin er allar liðið yfir og Sækja Eyjamenn og skotið þarna sem að fer af Ignacio og aftur fyrir. Nacho Heras spilaði þetta með Ólsurum. Var með þeim í Pepsi-deildinni 2017, spilaði síðan inn Kasso-deildinni með Leikni í fyrra. Það kemur hotspinnan og hún er aftur á móti mjög slögg. Sjáum að Eyjamenn koma frekar hátt upp á völlinn. Hér er Ingimundur Aron. Ingimund tilbaka á Frans. Frans tilbaka hér á Sindra. Þá koma Keflvíkingar, Tristan Freyr hér á ferðinni, kemur sér hérna almennilega á vinstri fótinn, reynir að koma hérna inn fyrir, dauðafæri 1-0, engin rangstaða, Keflvíkingar ná hér forystu og það er Davíð Snær Jóhannsson, hinn 18 ára gamli sem kemur Keflavík í forystu á 8. mínútu. Þarna klikkaði vörn Eyjamanna allverulega. Það verður að hrósa Tristani Frey Ingólfssyni sem að bjóð þetta mark til. En þriðja mark Davíðs á þessu tímabili. Sjáum hérna Tristan Freyr Ingólfsson, sjáum hérna leitar inn í völlin. Varnarleikurinn hjá Eyjamönnum ekkert sérstakur og ég get ekki séð að þetta sé einhvers konar rangstaða. Keflavík 1, IBVF 0. Gríðarleg vonbrigði þetta tímabil hjá Eyjamönnum. Það er ekki hægt að segja annað en það er eins og nóg eftir að leiknum, en þetta byrjar allavega ekki vel. Hér er Felix en Frans Elvarsson hérna gerir vel í varnarleiknum. Frans er að bíða hérna og setur hann í höndina hérna klárlega á Óskari. Þetta er eins og það er afar töpur sending hjá Frans Elvarssoni. Hvað hann var að gera hérna veit ég ekki alveg. Fín pressa aftur á móti hjá Rúnari. Róbert Aron, Róbert kemur honum hérna áfram en Jón Jökull Hjaltason er ekki til hans. Hörku tækling hérna hjá Nacho. Gult spjald hérna og aukaspyrna sem að Eyjamenn fá.
Já, Bjarni Ólafur sem að stendur yfir þessu. Hvað ætlar Bjarni Ólafur að gera? Bjarni hamrar boltan hér að marki en hittir ekki ramman, fer rétt yfir markið. Sjáum hérna hörku skot hjá Bjarna en fer aðeins svo mikið upp í loftið þessi bolti. Það helst þurft að hitta ramman þarna til þess að reyna allavega á Sindra í markinu. Já, Bjarni. Við lesið hérna í vörðinni hjá Nacho fer hérna framfyrir en sendingin á segja á Davíð ekki alveg nógu nákvæm en Davíð snæri nær honum hins vegar aftur og fær innkastið. Það var það Frans snýr hérna ágætlega á miðunni. Það var það Davíð klókur þarna og sækir aukaspyrnuna. Já, kemur aukaspyrnan inn á teiginn en menn skalla hérna í burtu. Sindri fær hann inn út og þá kemur Davíð leitar hérna inn í völlin og setur hann síðan hérna hátt upp í vindinn. Felix skallar hann sjálfur inn á eigin teig, fær hann síðan aftur frá Bjarna Ólafi. Felix Örn síðan hamrar hann hérna fram völlin og hér breki á ferðinni en Keflvíkingar gera vel hérna í varnarleiknum og Rúnar Þór kemur hérna hættunni frá. Skemmtilega prefing hérna, Ingimundur Aron Guðnason og tókaði í hann en Keflvíkingar halda boltanum. Joey Gibbs kemur með hann hérna út á Tristan. Tristan lyftur hann mynda síðan inn að markinu en Halldór Páll Geirsson handsamar þetta. Halldór kemur hann hérna síðan fljótt fram völlin og Anton Freyr kemur þessu frá áður en að Gary Martin kemst í hann. Þá er það Keflvíkingar og þetta hlýtur að vera aukaspyrna, brotið á Helga. Helgi Þór Jónsson byrjaði í garðinum með Víði. Nokkuð flotta uppalda Suðurnesjamenn í Keflavíkurliðinu. Hér ljót tækling á Gary Martin og gult spjald hér á Ingimund Aron. Getur lítið kvartað við þessu Ingimundur og seinni í þetta.
Þá kemur sendingin inn á teiginn. Það var það Gary Martin reynir að skýla hérna boltan, það gengur ekki. Vinna Keflvíkingar boltan og hér leggja þeir á stað, en þessi bolti tekinn af Rúnar Þór, en reyða innkastið. Og kemur sendingi fyrir markið, Halldór handsamar þetta. Það var það Gary Martin reynir að ná stjórn á þessum bolta, en hlýtur að fá hotspyrnuna hérna. Hann í baráttunni hérna gegn Antoni Frey. Og kemur hotspyrnan, hún ansi há og Bjarni Óla lætur hann skoppa hérna yfir sig. Nær honum hins vegar áður en hann fer út fyrir. Og þá eiga menn og kemur sendingin inn á teiginn og hér náður ekki að koma honum þarna fyrir. Jón Jökull Hjaltason þarna. Það var Róbert Aron Eysteinsson sem átti þarna svona helst. Það var helst til arkitektinn að sókninni. Og hér ná Keflvíkingar ekki að hreinsa í burtu. Hvaða darradans er hérna, og hér dettur boltinn út fyrir teiginn og skoti hérna í varnarmann. Keflvíkingar lifa af. Bjarni Ólafur. Það er rétt að geta þess að Grindvíkingar eru að taka Víking Ólafsvík í kennslustund. Þar er staðan orðin 3-0. Reyndar enginn Guðjón Þórðarsson gegn sínum gömlu lærisveinum, því að Guðjón Þórðarsson er ennþá frá vegna veikinda. En Grindvíkingar aftur á móti að leika sér að Ólsurum 3-0 þar. 1-0 hér fyrir Keflavík og það er markalaust hjá Vestra og Fram og markalaust á Akureyri hjá Þór og Aftureldingu. Og atgangur hérna, en Jón Ingarsson sem kemur þessu frá. Boltan lyft inn að hátt, Sindri er að hreinsa hérna í burtu, síðan fer boltin beint upp í lofti frá Óskari Elías og Joey Gibbs reynir hann á stjórn á þessu. Boltin aðeins í háloftunum þessa stundina. Keflvíkingar síðan brotlegir.
Nú var það Gary Martin reynir að flikka honum hérna aftur fyrir sig en Gary Martin sem var gripinn í landhelgi, flaggaður rangstæður. Þó að Eyjamenn mögulega komast ekki upp í Pepsi Max deildina þá gæti liðið ennþá farið í Evrópukeppni á næstu leiktíð því að liðið ennþá í bikarnum. Þeir eru þar í undanúrslitum og mæta F-fáingum. Breki þarna tapaði þessari baráttu gegn Frans Elvarsinni og Helgi Sigurðsson öskraði þarna inn á til Breka. Hann yrði að vera sterkari. Nacho með sendinguna hérna á Frans og Eyjamenn koma hérna ofar í pressu. Boltinn síðan tilbaka á Sindra. Sindri þrjumörnum hérna eins langt og hann getur. Hér fá síðan Eyjamenn aukaspyrnuna. Aftur Nacho Heras aðeins og ákveðinn. Þá kemur aukaspyrnan, þetta allt og innanlega en Sindri hér í smá erfiðleikum en reddar þessu síðan. Sindri Kristinn fljótur að kasta honum inn í leik. Davíð Snær dregur sér hérna vel út til vinstri. Sendingin hins vegar ekki góð úr vörninni hjá Keflavík. Þá kemur Bjarni Ólafur, Bjarni nær honum hérna. Þetta rosalega daburt. Þessar sendingar allavega ekki verið að ganga eftir. Það eru Keflvíkingar að byggja hérna upp sókn. Nú er það Sindri. Sindri setur hann inn á teiginn og hér aftur mistök og Davíð dauðafæri. Nær eins og er ekki að koma hann fram hjá Halldóri Páli Geirsinni. Síðan fellur hann við Ingimundur Aron. Næstu í búið að gefa Keflvíkingum annað mark. Boltinn að fara mikið hérna af vörn Eyjamanna og beint fyrir fætur Keflvíkinga og aðallega Davíð Snær nálægt í að bæta við öðru marki Keflavíkur og öðru marki sínu. En Halldór Páll bjargar einfallega hér Eyjamönnum. Heldur þeim hér á floti. Sindri. Sending á laus og Bjarni Ólafur les þetta. Gary Martin kastar hann tilbaka en hann vantar einhvern mann með honum en Eyjamenn heldur eigi þetta innkast. Sjáum hérna Sindri með sendinguna fyrir og hreinsun er bara hræðileg og Jón Ingason heldur betur sleppa með skrekkinn. Gary Martin með fína skiptingu hérna yfir og þá kemur fyrirgjöfin en það er að vanda þær betur og það þurfa að vera meiri gæði. Guðjón Ernir Hrafnkelsson ekki með góða fyrirgjöf þarna og Gary Martin húðskammaðan. Segi ég Sigur Arnar. Sigur reynir að kera hérna sjálfur og fær hotspinnuna. 25 mínútur á klukkunni.
Kemur hornspyrnan og Keflvíkingar kýla inn í burtu. Bjarni Ólafur leggur hann tilbaka. Róbert Aron með sendinguna hérna fyrir markið. Og hér kemur síðan skot sem að fer í varnarmenn. Keflvíkingar hérna fyrir. En sóknin er ekki búinn. Gary Martin tekur hann inn á teiginn. Skýlir boltanum hérna frá Tristan. Og Bjarni lyftur hann inn á teiginn. Skemmtilega gert hérna og hér er Gary Martin. Út í teiginn, frábærlega spilað en bjarga hér á línu. Keflvíkingar eiginlega. Rúnar Þór Sigurgeirsson nær að vera fyrir skotinu. Vel spilað hérna hjá Eyjamönnum. Hér síðan aukaspyrna. Sjáum hérna hælsendinguna. Skemmtilegt hjá Breka. Gary Martin sker hann síðan út í teiginn. Skoti hjá Jón Jökli Hjaltasinni. Jæja, þeir ætla að sýna Eyjamenn að þeir eru ennþá vakandi. Rúnar með langt innkast hérna á teiginn og Halldór grípur í tómt. Frans Elvarsson reynir skotið en ekkert nema Eyjamenn fyrir honum. Þá kemur kapplaup en engin séns að teknir hérna. Gary Martin, þegar hann er eitthvað staðar nálagt þá taka menn ekki séns að vel gert hjá Keflvíkingum. Halda boltanum inn í leik. Löng sending hérna í 8 teiknum en Halldór út á móti. Þá koma Eyjamenn. Hér er Guðjón Ernir Hrafnkelsson á fullri ferð. Guðjón en sem fyrir eru fyrirgjafnar afleitar hjá Guðjóni. Þessi þriðja er röð sem að fer hérna aftur fyrir hinum megin. Svona svo kallar falli á boltar. Og vinna ég með boltan. Og Jón Ingarsson kemur hann hérna áfram. Róbert hér út í kantinn. Hér er Breki Ómarsson. Hann er ennþá, leggur hann síðan tilbaka en ég menna á ekki að gera sér mat úr þessu. Fyrsta snertingin sveik þarna Róbert. Hér eins og þar vinnur Felixan. Nei, segi Jón Ingarsson. Hér er aftur á móti Felix. Fyrir þrýrning við Gary. Þröngt hérna, þannig að Felix hörvar hérna tilbaka með hann. Þá Jón inn á teiginn. Keflvíkingar skalla frá. Löng sending hérna upp hægra megin og þetta er ágætis bolti en fínn varnarleikur hérna hjá Bjarna Ólafi Eiríksinni. Kemst á undan Tristani Frey í boltan. Eyjamenn að spila hérna út úr fyrstu pressu Keflvíkinga. Breki Ómarsson hérna undir pressu frá Nacho Heras. Keflvíkingar vinna boltan. Hér er síðan alvöru íting. Sigur Arnar Magnússon brotlegur. Kemur aukaspyrnan og hér er boltinn laus í teignum. Eyjamenn hreinsa frá.
Hér slöggsending, Eyjamenn vinnan hérna á miðsvæðinu. Óskar Elías allt of lengi með hann hérna. Kemur sendingin hérna og þá Helgi Þór sterkari hérna, setur hann síðan inn á teiginn, engin Keflvíkingur þar, en aftur á móti fyrstu snertingar Eyjamanna, sérstaklega inn í eigin vítateig, ekki góðar. Hún hefur bara skapað usla nánast hvað eftir annað. Það Sigurður og Guðjón á Jón Jökul, setur hann aftur á Guðjón Erni en sendingin rataði ekki á hann. Hræðileg sending þarna á Ingimundi Aroni Guðnasyni. Þetta aukaspyrna. Gary Martin taka hana strax hérna, gerir það. Boltinn inn út í kantinn, hér Felix. Felix kemur hérna inn í völlinn, Felix á hægri fætinum og reynir að snúa boltan þarna í fjærhornið en hann vantaði allan kraft í þetta skot. Hvort hann að vera að reyna fyrirgjöf mögulega líka, við veit það ekki. Hér ljót tækling og ekkert ljót allavega og hann svo sein. Nú koma Keflvíkingar og þetta brot. Egill sér þetta. Nú er það Rúnar. Og hér kemur síðan skotið og þetta fer af Eyjamanni og aftur fyrir. Þetta hornspyrna sem Keflvíkingar eiga 10 mínútur eftir á fyrri hálfleik. Staðan Keflavík 1, IPVF 0. Davíð Snær Jóhannsson með eina markið á 7. mínútu. Frans Elvarsson með þetta skot. Fer hérna af Sigurði. Ná kemur rauk og hornspyrnan og hér Anton Freyr Guðlaugsson með skallan. Setur hann hins vegar yfir markið. Hörku spyrna þarna fyrir markið. Hann kemur hérna út úr markinu og Halldór Páll Gesson grípur algjörlega í tómt. Heppinn að þessi bolti hitt ekki ramman.
og sem hann verið í alvöru vandræðum. Kemur Tristan rennur honum hérna áfram en Eyjamenn koma þessi í burtu. Bjarni með skiptingunni hérna á Sigurð. Sigurður Arnar, hann hundeltur af Helga Þór en Sigurður tekur hérna boltan áfram. Góður sprettur hjá Sigurði Arnari og hvað ætlar hann að gera núna? Losa sig við hann og hér fer Gary Martin niður. Hann ekki sáttur þarna. Anton og það síðan rangstaða á Gary Martin. Var þetta eitthvað svona Salamónsdómur því að Gary Martin fekk ekki aukaspyrnuna. Flaggi var ekkert komið á loft en síðan til þess að róa taugarnar á Garri þá fór flaggi á loft til þess að það hefur verið rangstæður, þannig að það ekki skipt máli. Nokkuð sérstakt. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Jú, hann svo sem að laga þetta rökstiða að Gary Martin hafi verið fyrir innan þarna þegar sendingin kom. Líka þetta rökstiða, þetta hefði þá annars verið brot. Og kemur boltinn á teiginn en sem fyrir ná Eyjamenn ekki að gera sér mat úr þessum föstu leikadröfum sínum. Það hafi sjálfur sér ekki verið líklegir til þess. Nú er það Frans. Og sendingin hérna út á Sindra. Sindri lyftir honum hérna inn á teiginn og er þetta vítaspyrna? Já, bakgrinding innan teigs. Vítaspyrna dæmd. Afar klaufalegu varnarleikur, ítt á bakið á Helga Þór Jónssoni. Og það er Sigurður Arnar Magnússon sem er dæmdur brotlegur hér. Bauð pínulítið upp á þetta. Kannski snertingin ekkert svakalega en allavega nóg til þess að dæma leikbrot. Og sjáum hérna Sindri, skemmtilegt hvernig hann lyftir boltanum hérna og hérna sjáum við Sigurð. Jú, stuggar klárlega hérna við Helga Þór Jónssoni. Og Joey Gibbs getur skorað sitt 22. mark á leiktíðinni í deildinni. Hvað gerir Gibbs gegn Halldóri? Halldór ver þetta, Gibbs fer hann aftur og hann ver aftur Halldór Páll Geirsson. Halldór er heldur betur að halda sínum mönnum á floti hér í þessum leik. Keflavík gæti svo sannlega verið búið að skora meira en þetta eina mark en það er Halldór að þakka, svo er ekki. IBVF ennþá inn í þessu. Hér kemur Gary Martin. Og hér kemur Garri! Hér bjargar á línu! Það eru bara að skora! Það eru bara að skora hér Eyjamenn og jafna metin! Þeir voru að klúðra vítaspyrnu Keflvíkingar en eru búin að jafna og bara í næstu sókn. Gult spjald í þokkabót á Sindra Kristinn Ólafsson. En Gary Martin, þvílík afgreiðsla þarna en spurning hvort að allur boltinn hafi verið komin inn fyrir línuna. Þvílík dramatík hér í Keflavík. Gary Martin ekki skorað í mánuð
1 mánuð, hér ver Halldór og hann ver í tvígang frá Joey Gibbs. Eyjamenn bruna síðan upp völlin og jafna í staðan fyrir að sé 2-0 fyrir Keflavík. Það var 1-1. Sjáum hérna, þetta ótrúlegt. Sjáum hérna Gary Martin, hvernig hann læðir sér. Gary Martin inn í völlin, tekur síðan hlaupið og sendingi síðan aftur á Gary, vippar hann síðan yfir. Ég ekki sannfærður að þessi bolti hafi verið allur inni. Það engin leið fyrir mig að sjá það hérna, en ég skil kannski einhverju leyti viðbrögð Keflvíkinga. Það ekki að sjá að þessi sé allur inn fyrir, en eins og ég segi, það ekki fræðilegur að dæma það út frá þessu sjónarhorni. Ekki nema við fristum myndina á eftir eða eitthvað svoleiðis. En staðan Keflavík 1, IBVF 1. Senur í lengjudeildinni hér á nettovellinum. Geggjuð afgreiðsla aftur á móti hjá Gary Martin. Nákvæmlega mánuður upp á dag síðan hann skoraði. Hér Felix. Felixen fer illa hérna með ágætis færi. Gary Martin skoraði síðast 29. ágúst og hér aukaspyrna. Hér leikur Jón Ingason hér eftir. Joey Gibbs brotlegur. Og seinni þetta Joey Gibbs. Alltaf markið hjá Gary í lengjudeildinni. Ég búið að dæma hér á Eyjamenn. Þá koma Eyjamenn. Þá koma Keflvíkingar. Hér Tristan. Tristan með slaka sendingu og Eyjamenn komast inn í þetta. Það sem að Keflvíkingar geta nagast í handabökin á að vera ekki með forustu hér. Það eiginlega með ólíkindum. Gæti í sjálfu sér verið 3-0. Helgi Sigurðsson að hvetja sína menn áfram. Nú það Bjarni Ólafur. Reyna við getum á eftir, náum eitthvað aðeins að frista myndina þegar að Sindri Kristinn tekur hennar bolta, hvort hann hafi verið allur inni. Ég alls ekki sannfærður að þessi bolti hafi verið allur inni hjá Gary Martin, þó svo að afgreiðslan hafi verið algjört augnakonfekt.
Hér flautar Egill dómari til loka fyrri hálfleiks hér á nettovellinum þar sem að staðan er Keflavík 1, IBVF 1. Keflvíkingar náðu fórustun á 7. mínútu. Jósef Gibbs misnótaði vítaspyrnu á 40. En Eyjamenn lögðu á stað bara í sókn eftir að Halldór Páll Gesson hafi varið vítið og varið frákastið hjá Joey Gibbs og Gary Martin jafnaði bara strax í næstu sókn. En spurning er hvort að allur boltinn hafi verið inni þó svo aðstoðardómarinn hafi flaggað þess efnis. En staðan er Keflavík 1, IBVF 1.
Heil og sæl aftur áhorfendur góðir, hálfleikur hér á nettovellinum í Keflavík sem að heimamenn og eigamenn eigast við í lengjudeildinni. Keflvíkingar geta sett rúmlega annan fótinn upp í Pepsi Max deildina með sigri hér í dag. Þeir hafa svo sannarlega fengið tækifærin til þess að skora meir en þetta, bara eina mark sem þeir hafa skorað. Búnir að klúðra vítaspyrnum og klúðra dauðafæri. Hérna sjáum við aðdragandann að markinu. Hér er Tristan og boltinn ratar hér fyrir fætur Davíðs Snæs Jóhannssonar og hann skorar sitt þriðja mark í deildinni á tímabilinu. Þetta kom á 7. mínútu. Síðan hér eigamenn að sækja. Hér er Gary Martin. Hér kemur síðan sendinginn inn á teiginn og hér er Breki, skýr hann eftir fyrir Gary. Gary síðan út í teiginn, dauðafæri en Jón Jökull Hjaltason setur hann held í Ignacio Heras sem að bjargar hann eiginlega bara á línu. Og áfram eigamenn Felix. Felix leitar hérna inn í völlin og reynir síðan skotið en þetta fer fram hjá markinu. Hér er síðan hotspinna sem að Keflvíkingar taka. Og skallin yfir frá Andoni Frey. Vítaspyrnan Joey Gibbs á punktinn. Halldór varði frá honum. Gibbs fær frákastið en Halldór Páll tók hann aftur. Og síðan gerist bara þetta. Eyjamenn leggja á stað hér í sókn. Hér er Bjarni Ólafur Eiríksson. Bjarni bíður og bíður. Kemur honum hér á Breka. Breki snýr hérna á Gary Martin. Gary Martin setur hann hérna inn í miðjan völlin, fær hann síðan aftur hér frá Róberti, vippanum yfir Sindra og þessi bolti fer inn samkvæmt aðstofadómaranum. Hann flaggar að þessi bolti sé inni og Keflvíkingar eru alveg brjálaðir og Sindri Kristinn Ólafsson fékk meðal annars guldspjald fyrir Kjaftbrúk. Við skoðum þetta rétt á eftir hvort að þetta hafi verið mark. Sjáum hérna Keflavík bara skráð með 1-0 fórustöðum, það er 1-1 að sjálfsögðu og aðri leikir eru frekar rólegir. Grindavíkar að vinna Víking Ólafsvík 3-0, markalaust til vestra og fram og sömuleiðis Þór og afturheldingu. 2 leikir síðan, núna klukkan 5 og 6. Við ætlum að taka okkur annað stutt hlé og svo komum við tilbaka.
Það fer að styttast í síðari hálfleik hér á Netto vellinum í Keflavík og það er aðeins verið að ræða og rita þetta mark á Netto vellinum. Hvort hann hafi verið allur inni og hérna fáum við að sjá svona eins frysta mynd og hægt er. Hérna. Ég bara get ekki trúa því að þessi bolti sé allur fyrir innan. Enda viðbrögðin hjá Keflvíkingum segja eiginlega bara allt sem segja þarf. Við sjáum bara að reynum að taka svona línuna þokkalega. Það er náttúrulega aldrei hægt að gera þetta alveg bara fullkomið. En hérna sjáum við, hér skallar hann boltan og nei, ég bara trúi ekki. Nei. Bara trúi ekki, það sé allir fyrir innan. Ég bara neita að trúa því. Tristan og Ingimundur fara af velli og inn á koma Ari Steinn Guðmundsson og Johnny Ngandu. Síðara hálfleikur kominn á stað og það eru Keflvíkingar sem að byrja með boltan. Keflavík gerir tvöfaldabreytingu út af leikmannum 15, Kristján Freyr Ingólfsson, leikmannum Fljótur að taka þetta hér Eyjamenn og fá væntanlega annað innkast. Leikmannum 8, Ari Steinn Guðmundsson, leikmannum 40, Persóna Jonathan. Íbúi Vatn gerir eina breytingu út af leikmannum 9, Breki Ómarsson, leikmannum 11, Víðir Þorvarðarsson. Og vinna Keflvíkingar boltan hérna. Og löng sending hérna í áttina að Helga Þór Jónssoni en Eyjamenn koma þessu tilbaka. Bjarni Ólafur heldur þessi leik og þá kemur löng sending hérna fram öllin. Víðir Þorvarðarsson eltir þetta en Sindri Kristinn handsamar þetta í markinu.
Og Frans aftur. Og kemur sendingin hérna og boltinn hérna í varnarmann Eyjamanna og Johnny Ngandu. Johnny setur hann hérna út til hægri á Davíð Snær. Hann hér í fyrirgjafarstöðu og þessi bolti fer aftur fyrir endamörk og þetta markspyrna. Það var það Óskar. Sigurður hér. Það var það Guðjón Ernir. Guðjón hér undir pressu. Vel gert hérna hjá Keflvíkingum. Flott pressa hérna hjá Rúnari. Eyjamenn búin að vinna hann aftur. Víðir Þorvarðarson. Ngandu reynir að elta hann hérna. Víðir upp að endamörkum. Nær sendingunni fyrir en nær ekki neitt. Já, gerir ekkert úr sendingunni. Ari Steinn Guðmundsson missir boltan hérna síðan strax aftur. Þá Guðjón Ernir. Hann átti margar slakar fyrirgjafir í fyrri hálfleik. Keflvíkingar boltan og segir Davíð Snær Jóhannsson tapar boltanum hérna. Og það Bjarni Ólafur og Jón Jökull með skiptinguna hérna yfir og þá var það Guðjón Ernir. Guðjón reynir að leika hérna á Ari hérna og síðan tvöfaldar á hann. Hér það Jón Jökull en Johnny Ngandu kemur sér fyrir þetta. Og það var það Sigurður fékk á sig vítaspyrnuna áðan. Hann síðan með fyrirgjöfuna hérna og þessi bolti kominn aftur fyrir endamörk. Hér dauðafæri, Ari sloppur í gegn, hann skorar! Já, þeir eru komnir yfir aftur Keflvíkingar. Ari Steinn Guðmundsson nýkominn inn á sem varamaður og Keflavík nær forystunni hér aftur eftir 50 mínútna leik og hvar voru varnarmenn Eyjamanna? Galopnast allt hér í vörn IBVF og Ari sem er nýkominn inn á í hálfleik skorar. Þetta er fjórða mark hans á leiktíðinni. Hvar er öll vörnin hjá Eyjamönnum? Halldór var í boltanum en dugði bara ekki til. Keflavík 2, IBVF 1. Þetta lítur að aukaspyrna hvað Gary Martin tekur með sér en skoti hérna vel fram hjá markinu. Og eins og Gary virðist fá hérna eitthvað högg hérna á sig. En jafnar sig vonandi.
Og hér flaggið á loft. Rangstæði hér á Keflvíkinga. Ná, við erum ekki alveg aðdragandan að þessu, það skiptir ekki öllu máli. En við tökum með af svona gengi leiksins, þá þetta nú ekki ósangjörn fórusta hjá Keflvíkingum. Hér kemur Frans Elvarsson, Frans á Ara, Frans kemur síðan utan á hann, en Ari fyrir hins vegar í skotið sem að fer hátt yfir markið. Og þetta segja Keflavík sé að koma sér í aldrei sem vænlega stöðu ef að þeir klára þennan leik, þar að segja. Og boltið tilbaka hér á Sindra. Sindri spinnur honum minna hátt í loftu upp. Það var það Anton Freyr. Það var það Guðjón Ernir. Guðjón hann lokaði á hann en hann reynir fyrir gjöfun en fer í innkast. Þessi bolti fer hérna út fyrir. Má Guðjón Ernir og þessi bolti fer út fyrir. Á Eyjamenn og hér kemur sendingin inn á Gary Martin. Flott tækling þarna hjá Nacho Heras. En Gary kom með hann aftur og reynir að setja hann á tegin. Og er þetta ekki aukaspyrna? Jú, þetta er aukaspyrna á stórhættulegum stað. Nacho Heras full ákafur fyrir minn smekk þarna. Því að Gary Martin var í sjálfu sér lítið að gera með boltan þarna. Ég skil ekki að hverju Nacho Heras þetta keyra hann í baki á honum. Og Eyjamenn fá hér aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Sjáum hérna Nacho Heras, hvernig hann keyrir í hann. Úff, allt og seinn. Gary Martin og Jón Ingason sem að standi við þessu. Náttúrulega Gary Martin að neini, Gary Martin setur hann yfir markið. Stuðningsmenn Keflavíkur ánægðir með þetta. Gary Martin aftur. Gary Martin með skoti og fer þess ekki í varnarmann eða hvað? Jú, hornspyrna sem Eyjamenn eiga. Þá kemur hornspyrnan og hér bjarga Keflvíkingar á línu. Ekkert flóknara. Frans Elvarsson bæir síðan hættinu frá. Nú eru Eyjamenn farnir að pressa hérna stíft á Keflvíkinga.
Já, þeir bjarga bara hérna Keflvíkingar, ekkert flókið. Og það er að koma tvöföld skipting hjá Eyjamönnum. Jack Lambert og Telmo að koma inn á. IBVF gerir tvöfalda breytingu út af leikmannum 23, Róbert Ari Kristinsson, leikmann nr. 2, Sigur Arnar Magnússon, inn kemur leikmann nr. 4, Jack Lambert og leikmann nr. 8, Telmo Castanheira að koma hér inn á. Hér er Gary Martin, boltinn á teiginn, en Víðir Þórðarson reynir einhvern veginn hælinn þarna sem hann gengur ekki eftir. Nú er það Rúnar með sendingunni hérna á Ara. Ari verið frískur síðan að koma inn á. Ari Steinn Guðmundsson. Ari hörður hérna frá og kemur síðan með hann á Rúnar. Rúnar setur hann hérna fyrir markið og skallinn hins vegar beint á Halldór Pál Geirsson í markinu. Halldór fljótur að kasta hann hérna út. Nú er það Felix. Já, klaufalegt hérna hjá Eyjamönnum, missa boltan. Joey Gibbs og þá Ari. Gibbs kemur hérna utan á. Ari leitar hins vegar inn í völlinn. Davíð. Ná kemur löng sending hérna fram og Gary Martin eldir þetta. Gary Martin hins vegar fer ekki fram hjá frábær varnarleikur hjá Antoni Frey. Manni finnst svolítið eins og þetta sé uppleggið. Eyjamenn reyna að þruma svolítið fram á Gary Martin og hann eldir. Þeir vilja að fá hendi, Keflvíkingar fá ekki. Davíð Snær er að þræðinitinn á teiginn, gerir það og síðan reyna Keflvíkingar hérna hælspyrnu eða hælsendingu. Dagur Ingi reyndi það. Nei, segi ég. Rúnar sem reyndi það. Og Rúnar Þór að koma hér með langt innkast og sá kastar langt. Boltinn laus í teignum! Halldór Páll Geirsson ver þetta í marki Eyjamanna. Nacho Heras í færinu þarna en Halldór fljótur niður. Gott innkast. Rúnar kasta honum föstum og flötum hérna, sjáum hérna hvað hann heldur hæðinni vel. Og boltinn skoppar bara hérna nánast. Beint fyrir fætur Nacho Heras og þarna voru Eyjamenn bara heppnir. 60 mínútur það bil liðnar. Hotspinnan tekin hérna út fyrir teiginn og hér er Rúnar. Rúnar fítspretturinn á teiginn, fastur fyrir markið en aðeins svo innanlega og Halldór grípur. Halldór fljótur að kasta honum hérna af stað og þetta er of fast hjá Halldóri Páli Geirsinni. Jack Lambert nær þessum ekki. Það er það Gary Martin, skilur hann hérna eftir. Og hér missa ég með boltan. Johnny Ngandu með sendingun hérna áfram. Hér er Ari á fullum spretti. Ari heldur boltanum hérna í leik og fær hotspinnuna. Ari Steinn Guðmundsson mjög hrifinn af hans innkomu. Ná, búinn að hressa upp á sóknarleik Keflvíkinga. Nú er það Davíð Snær Jóhannsson sem ætlar að koma og spinna þessum bolta inn á teiginn.
Davíð með spyrnuna en ekki alveg nógu góð þarna. Nei, ekki vonum þetta mikið skári sending. Keflvíkingar er búin að vinna hann aftur. Rúnar og innkast sem að Eyjamenn eiga. Nú kemur Felix Örn Friðriksson. Felix skeiðar hér upp vinstri vænginn, en Keflvíkingar búnir að vinna hann. Það var það Helgi og það var það Joey Gibbs og aftur Helgi Þór Jónsson og hér eru þeir að sprengja upp vörninni hjá Eyjamönnum. Allt og lengja þessu Helgi Þór Jónsson. Vítaspyrna hér á Eyjamenn, þeir eru aftur að fá vítaspyrnu Keflvíkingar. Og nú geta þær sett sig heldur betur í bílstjórasætið. Hendi á Jón Ingason. Sjáum hérna Helgi Þór Jónsson skilur hann eftir. Gibbs síðan með sendingun á Ara. Ari Steinn aftur á Helga Þór. Helgi keyrir hérna, skilur síðan boltan aðeins eftir. Og boltinn virðist fara í höndina þarna á Jóni Ingasinni og Egill Arnar Sigurþórsson dómari bendur á punktinn öðru sinni í leiknum, en spurning hvort að Joey Gibbs taki vítaspyrnuna núna. Nei er svarið. Nú er það fyrirliðinn sjálfur Frans Elvarsson sem ætlar að reyna. Halldór Páll varði vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Þá fóru Eyjamenn strax í sókn og jöfnuðu. En nær Halldór að verja núna aftur og halda IPVF á floti. Ef að Keflavík skora núna þá eru þeir komnir ansi langt. Hvað gerir Frans? Hann skorar á öryggi og Keflavík nær hér 2 marka fórustu á 64. mínútu. Og það stefnir allt í að Keflavík spili í Pepsi Max-deildinni á næstu leiktíð. Eins og staðan er núna þá er liðið komið í 40 stig þegar að Keflavík á það 4 leiki eftir. Leik til góða á liðin fyrir neðan. Mögulega stór sigur hjá Keflavík á leiðinni. En síðasti möguleiki Eyjamanna að fara hér út þúfur að því virðist. Og Eyjamenn þurfa að reyna aftur á næsta ári. Fram er líka að vinna sinn leik. Það með að það ríður þá að Leiknismenn klári sitt verkefni á Leikni Fáskrúðsfirði. Leikurinn í Fjarðabyggðarhöllinni. Leiknir Reykjavík þarf þá sigur líka til þess að halda í við Keflavík og Fram. Þetta eru liðin sem að berjast að komast upp í Pepsi Max-deildina. Ákaflega dapurt sumar hjá Eyjamönnum. Vonbrigðalið sumarsins og hafa held ég að sé bara eigi við allar deildir á Íslandi með allan þennan leikmannahóp og já, lokum eru þeir bara ekki nálægt í að fara upp. Nú er það Óskar. Nú hér Gary Martin og Gary Martin í baráttunni. Nú er það Ari. Ari hérna á miðsvæðu, boltanum lyftinna síðan út á Rúnar. Ngandu aftur á Rúnar sem hann er ekki að taka við honum hérna.
Jón Ingarsson tekur enga séns á spyrnir honum hér út fyrir. Að Eyjamenn hafi ekki nýtt sér þetta að hafa náð að jafna í 1-1 og setja svo smá pressu á Keflvíkinga í seinni hálfleik. Það er með ólíkindum og allt undir hjá Eyjamönnum eins og reyndar hjá Keflavík, en það hefur bara verið eitthvað í gangi hjá IBVF á þessu tímabili, sérstaklega svona seinni hlutan. Sjálfstraustið að sjálfsögðu ekkert. Hér aftur á móti er smá hætta á ferðum, en Anton Freyr reddar þessu á síðustu stundu. Það var að Frans nær einhvern veginn að tróðast í gegnum þetta allt saman. Það er einn Eyjamaður sem liggur þarna eftir. Óskar Elías sem liggur eftir. Já, fleiri skiptingar. Út af leiknum 15, Guðmundur Hrafnkelsson, leiknum 24, Óskar Elías Soeka, inn að koma leiknum 14, Eyþór Daði Kjartansson, leiknum 12, Eyþór Orri Ómarsson. Hann er kominn á Eyþór Orri Ómarsson meðal annars. Eyþór Orri er 2003 módel og Eyþór Daði Kjartansson líka kominn inn á tvítugur og Eyþór Orri er sem sagt 17 ára. Nú koma Keflvíkingar, Rúnar fær hann síðan aftur hér og hann er á fullri ferð upp vinstra megin. Rúnar inn á tein en Eyjamenn koma þessu frá. Sendingin hérna en rattar ekki á Gary Martin. Nú kemur Eyþór Daði. Eyþór með fyrirgjöfuna, þetta er ágætis bolti og Sindri handsamar þetta. Það var fínasta fyrirgjöf þarna. Eyþór Orri Ómarsson var hérna í baráttunni á teignum. Það gengur illa hjá Keflvíkingum að tengja saman sendingar núna. Eyþór Daði og Telmo með skiptinguna hérna yfir. Sjáum hérna aukaspyrna á Eyjamenn.
Það er það Joey Gibbs. Skilur hann hérna eftir og Davíð með fína skiptingu hérna yfir og Rúnar Þór með sendingunum hérna meðfram jörðinni en Eyjamenn bæja hættunni frá. Það rennur Joey Gibbs, nær hins vegar fyrirgjöfinni. Og löng sending hérna fram völlin, missa boltanum, Gary Martin sloppinn í gegn, Gary Martin aleinn, Gary Martin frábær markvarsla. Og af hverju Nacho Heras með þessa stæla við Gary Martin, þó að Gary Martin hafi klikkað þá þetta nú ekkert sérstaklega íþróttamannslegt hjá Nacho Heras. En Sindri Kristinn Ólafsson með frábæra markvörslu. Sjáum það að Anton Freyr missir af Gary Martin. Martin sleppur í gegn. En það Sindri sem að vera og ekki veit ég alveg hvað Nacho að gera þarna eitthvað. Jú, eitthvað að reyna að pirra Gary Martin fyrir að hafa klúðrað þessu. En Gary Martin hinn rólegast einhvað síður. Þetta hefði komið Eyjamönnum heldur betur aftur inn í leikinn. Nú geta hins vegar Keflvíkingar komið hratt. Hér kemur sendingin á Ara. Ari reynir að koma inn í fyrsta en vel lokað hjá Bjarna Ólafi Eiríksinni. Og hér Ari heldur boltanum í leikum, búið að flauta. Og hér auka spyrna og hér að fara spjald. Ari sem að fær spjaldið. Kemur auka spyrnan og kýlt í burtu. Frans og ekki neitt samir í þarna. Aukaspyrna sem að Eyjamenn fá. Ætlar að reyna að komast hérna inn í leikinn. Og kemur auka spyrnan fram hjá markinu. Ekki alveg náðu að nýta sér þetta Eyjamenn.
Já, hér eitthvað smá pirringur í gangi núna og hér Ari Steinn að fara. Ari Steinn nýlega komið með guldspjald, skoraði áðan fyrir Keflavík og komum í 2-1, en hér hann komið með 2 guldspjöld á skömmum tíma og þar með rautt. Það með Keflvíkingar ljúka leik manni færri. Spurningur til nú að nýta sér þetta. Já, koma Eyjamenn og þessi sending fyrir markið og hér má ekki miklu muna. Keflvíkingar hreinsa í burtu. Já, Rúnar á réttum stað þarna. Já, Eyjamenn aftur og hér kemur sendingi fyrir markið en Sindri í burtu og Sindri Þór Guðmundsson í burtu líka. 2 Sindrar hreinsa. Jón Ingarsson með skiptinguna hérna yfir og þá varamaðurinn hér ágætis sprettur hjá Eyþóri. Eyþór komin upp að endamörkum, ansið þröngt hérna. Eyþór Daði Kjartansson stöðvar hérna á för sinni. Og fýtt þrýrningur hér Víðir Þorvarason inn á teiginn. Keflvíkingar hreinsa. Það ágætt fyrir Keflavík að þeir séu með 2 marka forystu því að nú IBF heldur betur að herða róðurinn. Nú er það Víðir með hornspyrnu, hún slök og þetta önnur hornspyrna. Víðir, hætti við að taka hana. Felix ætlar að koma á vinstri fótinn og taka þessa. Og þetta fer hér hátt í loft upp, falli á bolti sem að Sindri Kristinn Ólafsson handsamar. Sindri kastar honum inn í leik. Og spurning hvort að Keflvíkingar geta komið inn að rætt. Helgi Þór Jónsson. Og gerist ekki þarna því að það ekki til hans Johnny Ngandu. Og ætla Keflvíkingar að gera breytingu. Magnús Þór Magnússon að koma inn á. Og Anton Freyr fer af velli. Keflavík gera breytingu út af leikmann nr. 2. Anton Freyr Hauks Guðlaugsson og inn kemur leikmann nr. 13. Magnús Þór Magnússon. Anton auðvitað á spjaldi og nokkur brot á bakinu nú þegar, það með ekkert óskynsum skipting á Sigaraka. Markspyrna sem að Eyjamenn eiga. Það er að reyna að flýta sér. Nú er það Eyþór.
Og hér Rúnar að gera vel, skýlir boltanum aftur fyrir og Keflvíkingar og hér missa þeir boltan. Ég er ekki að sjá að Eyjamenn nái að skjóta Keflvíkingum skelk í bringu. Hér er innkast. Eyjamenn og Keflvíkingar vinna hérna boltan. Rúnar, búinn að sprækur Rúnar, Joey Gibbs býður hérna bara, en Rúnar fer bara hérna sjálfur upp að endamörkum og reynir að koma með hann fyrir af Jóni Ingarsinni hotspinna og þetta græða Keflvíkingar bara tíma. Davíð Snær Jóhannsson ekkert að flýta sér að taka þessa hotspyrnu. Hér kemur spyrnan innanlega markinu og þessi fer yfir pakkan og aftur fyrir hinum megin. Þarna þurfti bara einhver að snerta boltan, þá hefði getað skapað stór hætta. Hættulegu bolti þarna. 4,5 eftir að venjulegum leiktíma. Keflavík 3, IBVF 1. Hér er Frans Elvarsson. Frans pikkar honum hérna áfram. Joey Gibbs. Ótrúlega fréttinar í dag eru þetta þær að Joey Gibbs er ekki á meðal markaskorara. Klikkaði á vítaspyrnu á hann. Nei, í fyrri hálfleik. Hann skorar í hverjum einasta leik á Keflavík. Hér er Davíð og Davíð fer hérna niður og fiskar þarna á gamla mannin. Bjarni Ólafur hlær að þessu. Hann kemur aukaspyrnan en Jón Ingarsson er honum.
Já, koma Eyjamenn og sendingin hérna áfram og nú þarf boltinn að fara að koma fyrir. Það eru einhverjir 5 Eyjamenn komnir inn á teiginn en samt kemur fyrirgjöfin ekki. Við viljum minna Keflvíkinga á leik. Og þetta var aðeins svo mikill snúningur hérna hjá Víði Þórðararsyni og Sindri Þór Guðmundsson hins vegar góður. Og það var það Bjarni Ólafur. Bjarni Ólafur með skemmtilega sendingu inn á teiginn og hér er rangstaða. Já, Gary Martin. Tíminn verður alltaf minn og minni. Hér er Eyjamenn en ekki það. Jafntefli myndi heldur ekki gera neitt fyrir IBVF. Eina sem myndi gera, þeir myndi eyðileggja fyrir Keflvíkingum. En jafntefli gerir ekkert fyrir IBVF upp á að komast upp. Eyjamenn geta í mestalagi fengið 39 stig ef þeir vinna síðustu 3 leiki sín og það er bara ekki nóg til þess að fara upp. Því miður. En gerur nú fastlega ráð fyrir því að Helgi Sigurðsson verði áfram við stjórnvölinn. Hann veit hins vegar aldrei í þessum blessaða þjálfara kapli. Hér er Eyþór með skotið fyrir í varnarmann. Nú sé hann annað skot og þetta var lúmst hjá Telmo Castanheira og Sindri Kristinn í smá erfiðleikum en náði að blaka boltanum í horn. Nú er það Nacho með, segi ég, Jack Lambert með hotspyrnuna. Nacho Heiras var þarna á nærstönginni. Þá Bjarni Ólafur. Bjarni og sjáum að hann svona eiginlega hangir í honum Rúnar Þór. Boltan síðan tilbaka hérna. Hér er það Felix, skýli boltanum hérna en Felix síðan með vondasendingu og Keflvíkingar verðast þessu vel. Eyjamenn í sjálfu sér ekki ógna neinu eftir rauðið manni fleiri. 90 mínútur á klukkunni, bara uppbótartíminn eftir. Og það stefnir allt í það að Keflavík verða meðal bestu 12 liða landsins næstu leiktíð. Sendingin áfram og hér er Davíð. Alltaf Keflvíkingar að snúa hnífnum í sári Eyjamanna. Hotspyrna. Þessi bolti verið í fangi á Halldóri Páli. Nú er það Bjarni. Og hár bolti hérna framvöllin. Þetta væntanlega Sindri Kristinn í marki Keflavíkur. Ég held að uppbótartíminn hafi verið 3 mínútur.
Framarar að klára sinn leik fyrir vestan. 1-2 þar. Það er risastór sigur hjá Frömmurum. Hér Gary Martin, síðasta tækifæri Eyjamanna, Gary Martin, en þessi bolti fer aftur fyrir. Spurning hvort að Eyjamenn nái hérna hornspyrnunni, áður en að Egill flauta til augsloka. Sennilega, já. Leiknir Reykjavík að vinna Leiknir Fáskrúðsfirði 0-2, það með öll liðin, efstu 3 liðin að vinna sína leiki. Og hér flautar Egill Arnar Sigurþórsson til leiksloka. Keflavík er áfram á toppi Lengjudeildarinnar með þessum sigri og komið með rúmlega 1,5 fót upp í Pepsi Max deildina árið 2021. Keflavík vinnur sanngjarnt hér með 3 mörkum gegn 1. Keflavík með 40 stig. Fram og Leiknir þá 39 ef þeir klára sína leiki sem allt stefnir í, en Keflavík á leik til góða á þessi lið. Og við kíkjum á mörkin í leiknum. Og þetta byrjaði allt saman á því að Davíð Snær Jóhannsson skoraði eftir fínan undirbúning frá Tristani Frey Ingólfssyni. Hér er síðan Sindri Þór og hér er dæmt vítaspyrna á Eyjamenn. Sigurður Arnar sá brotlegi, Joey Gibbs gat skorað sitt 22. deildamark á leiktíðinni, en Halldór Páll Geirsson varði frá honum og ekki bara vítaspyrnuna, hann varði líka frákastið. Og sjáum hérna boltinni síðan leik hjá Eyjamönnum. Þeir fara síðan í sókn. Bjarni Ólafur Eiríksson. Boltinn hér út af Gary Martin. Gary Martin kemur síðan með hann á Robert Aron. Hann á Gary, hann lyftur honum yfir Sindra í markinu og þessi bolti dæmdur inni. Þrátt fyrir að þetta hafi ekki átt að vera mark. Að mínu mati, þessi bolti aldrei allur fyrir innan. En það skipti ekki öllu máli því að Keflvíkingar komu grimmir til leiks í síðara hálfleik. Og það var varamaðurinn Ari Steinn Guðmundsson sem að slapp í gegn. Varnarmenn Eyjamanna hvergi sjáanlegir og Ari Steinn skoraði 2-1. Og aftur eru Eyjamenn ansi ofalega með varnarlínuna sína. Ari hér á Helga Þór Jónsson og hér fyrir boltinn í höndina á Jóni Ingasinni. Og Egill dæmir vítaspyrnu. Frans Elvason steig á punktinn og Frans sett hann bara mitt markið og skoraði öryggi. Og loka staðan á nettovellinum í Keflavík er Keflavík 3, IBVF 1. Með þessum myndum og úrslita skiltinu hér þá ætlar Ríkharð Óskar Guðnason að þakka samfylgdina og kveðjum hér í fagnaðarlátum Keflvíkinga. Keflavík skrefi nær að fara upp í Pepsi Max deildina.
nem mehetünk sehova. Kapusok jönnek 10 perc múlva. Igen, még akkor ezt kihasználjuk.